Ég sé alltaf Icon. Coventry. Maður bara las þetta lið, þetta var bara í 5. deildinni í gamla daga, sko. Hver er þá? Wickham? Wickham. Já, utan deilda bara, sko. Já, svo fór ég eitthvað... Með Sutton og þeir eru snillingu. Ég er klár, Heisi, þegar þú ert, pródusent. Ég er klár, Heisi, þegar þú ert, pródusent. Erum við með spons í dag? Ég er klár, Heisi, þegar þú ert, pródusent. Erum við með spons í dag? Ég er klár, Heisi, þegar þú ert, pródusent. Erum við með spons í dag? Ég er klár, Heisi, þegar þú ert, pródusent. Erum við með spons í dag? Ég er klár, Heisi, þegar þú ert, pródusent. Erum við með spons í dag? Ég er klár, Heisi, þegar þú ert, pródusent. Erum við með spons í dag? Ég er klár, Heisi, þegar þú ert, pródusent. Erum við með spons í dag? Ég er klár, Heisi, þegar þú ert, pródusent. Erum við með spons í dag? Ég er klár, Heisi, þegar þú ert, pródusent. Erum við með spons í dag? Ég er klár, Heisi, þegar þú ert, pródusent. Erum við með spons í dag? Ég er klár, Heisi, þegar þú ert, pródusent. Erum við með spons í dag? Ég er klár, Heisi, þegar þú ert, pródusent. Erum við með spons í dag? Ég er klár, Heisi, þegar þú ert, pródusent. Erum við með spons í dag? Ég er klár, Heisi, þegar þú ert, pródusent. Erum við með spons í dag? Ég er klár, Heisi, þegar þú ert, pródusent. Erum við með spons í dag? Ég er klár, Heisi, þegar þú ert, pródusent. Erum við með spons í dag? Ég er klár, Heisi, þegar þú ert, pródusent. Erum við með spons í dag? Ég er klár, Heisi, þegar þú ert, pródusent. Erum við með spons í dag? Ég er klár, Heisi, þegar þú ert, pródusent. Erum við með spons í dag? Ég er klár, Heisi, þegar þú ert, pródusent. Erum við með spons í dag? Ég er klár, Heisi, þegar þú ert, pródusent. Erum við með spons í dag? Ég er klár, Heisi, þegar þú ert, pródusent. Erum við með spons í dag? Ég er klár, Heisi, þegar þú ert, pródusent. Erum við með spons í dag? Ég er klár, Heisi, þegar þú ert, pródusent. Erum við með spons í dag? Ég er klár, Heisi, þegar þú ert, pródusent. Erum við með spons í dag? Ég er klár, Heisi, þegar þú ert, pródusent. Erum við með spons í dag? Ég er klár, Heisi, þegar þú ert, pródusent. Kæru blikar, ég er klár, Heisi, þegar þú ert, pródusent. Kæru blikar, ég er klár, Heisi, Bjarkarlægir, 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 kæru blikar, ég er klár, Heisi, Bjarkarlægir. Við erum hjartanlega velkomnir í Geturinn að tikka fyrir blika. Takk fyrir það. Minni lístu, hafið þið fylgst með þessu eitthvað? Já, aðeins skýrt alltaf aðeins á það. Þetta er orðið rótgróið, sérstaklega kaffið hinum meginn í tengibyggingunni og hérna, mikið stemming. Mjög hollt og gott að kíkja þangað. Já, Annars lagið. Kemur ekki tóm góðan þar? Nei, alls ekki. Það er alls konar flott fólk hérna. Eru þið vanir að tippa? Það er svolítið langt síðan ég tippaði. Já, horfubóltan og var að tippa mikið hérna áður en kannski ekki mikið. Þú veist að skýra seðlinum inn í sjoppun og taka afritið? Já, þá var maður alltaf í þessu. Já. Það er svolítið dottið niður. Já, við fylgjumst allir vel með á því, ég veit að þið eru náttúrulega mannafróðastir, sennilega. Og svæðinu, það er svolítið pressa á okkur, strákar. Að hitta rétt á fólki og eftir að... Ég myndi treysta þeim þessum misturum fyrir að setja rétt merki. Síðustu helgi voru Ólífur og Gísli, þeir fengið 7 rétt að hvor. Það er bara vel sem vikið. Húskerfið hjá okkur fekk 10. Og það er alltaf að fjölga í hópnum hjá okkur og í tippinu og þetta bara verður betra og stærra og skemmtilegra, sko. Eitthvað áður við dömum okkur í þetta? Við stressaði, mikið pressa á okkur, finnst ykkur? Nei, maður þarf að komast yfir 7 allavega. Já, það ekki. Það er alveg lágmark og helst að nálgast 10 vel hressilega. Já, það er ekki. Ég held ég geti gert það. Já, ekki spurning. Ég ætla svona að hafa meira gaman að þessu. Já, við erum með. Það þurfa allir að finna sitt í þessu. En reglan er þannig, það eru 6 tvítuningar sem þið fáið og ekki verið feimnir að nota. Gísli svona var að henda þessu inn í lokin eftir að hann búinn að setja allt merkin og það var nokkuð verið sér vikið. En við skulum venda okkur í fyrsta leik dagsins, það er leikur 1. Það er aldeilis Manchester United, Manchester City og Old Trafford. Og það er auðvitað stórleikur alltaf ár hvert. City ekki tapað Old Trafford síðan 2013 held ég. Nei, og City hefur unnið 3 af síðustu 5 held ég líka. United hafa nú unnið 4 af síðustu 5-6. Það vinna svolítið Etihad sko líka. Já, en United er á smá rönnu í ensku deildinni þannig að ég held þetta hljóti að enda sem sigurleikur öðru hvorum megin. Það er svona mín spá. Eftir að sem týtir ekki strax, 1-2 jafnvel? Já. 1-2 er alveg hjá mér, engin spurning. Vilji sammála þessu eða? Já, ég er sammála þess að hluta sko. Ég held að ég hef svona svolítið trú á United í þessum leik. Já, sko, mér finnst bara, þú veist, það er ákveðið. Ég veist að verða svolítið stemming í liðinu að menn þurfa að bæta fyrir Evrópudeildina. Þeir fóru áfram. Þeir fóru áfram. Þeir fóru áfram í Evrópudeildina. Já, áfram eitthvað stuð. En þú veist, ég held að
það verði svolítið stemming í þeim og þeir haldi áfram á þessu runni. City. Þannig ég er meira 1x. 1x á Villa. Ég veist einhvern veginn City svona að vera aðeins on-off núna að vera í vetur. Ég ætla að gera svo frá því, ég hef ekki tippað hingað til. Ég ætla að tippa á einn leik á þessu selli. Það er þessi leikur. Það er einhver harðasti tvistur sem sést hefur. Ég getur núna... Það kemur ekki óvart. Nei. Grótarðir tveir á þetta. Þannig ég merki það við mig hérna. Þú tengist eitthvað City, eða ekki? Einhverjum myndi segja að ég var stundismæður. Nákvæmlega. Það er bara það. Ég held að City hangir á boltanum allan tíman og United liggur aðeins tilbaka og svo sækja hratt á þessum fljótu mönnum. Rashford og þess að og hérna... Þeir fá pottitt víti. Já, það má nokkuð bóka það sennilega. Já. Þannig að ég held að þeir haldi svona leikja, deildarrönninu sínu áfram sko. Já. Sjáum til í dag. Næsti leikur Everton-Chelsea. Það er líka athyglisverður leikur. Everton er auðvitað búin að vera ákveðnum basli, komið hans tilbaka en Chelsea bara feiknar fínum rönnum sko. Chelsea búin að vera hróparir, kannski svona það lið sem að við púlar eru svona hrættasti við held ég. Já. Svona en hérna... Já, ég meina þessi konum vilja til að tellja sig ykkur titil. Já, mér finnst þeir eru búin að spila allavega þannig að þeir séu bara mjög líklegir. En ég held samt sko að nú er bara einhvern veginn komin ákveðin pressa á Everton og þeir verða að taka núna heimaleik. Já. Og ég hef nú sterkar taugar til Everton, þannig að... Já, svo sannarlega. Og við líka. Já, bara allir Íslendingar. Og sterkari kannski. Og ég er eiginlega á því að Everton taki þetta. Ég ætla samt að setja X á þetta líka. Það er 1x á það. Já, 1x á það. Og Villa. Ég veit að Rodríguez verður ekki með, en... Hann er ekki að verjast. Nei. Það er bara ágætt. En ég held samt að þetta verði góður leikur í Everton og þeir eru eftir að kreista sigur. Já. Já, ég held að ég ætla að treysta á líkindin þarna. Chelsea er með 4 sigurleiki í röð og Everton með 3 tapleiki. Já. Og ég ætla að tippa á það að þetta haldi áfram. Chelsea með grjótharðan út í sigur þarna. Þetta er eitt merki bara? Já, það er bara eitt merki. Já, það Ég var að hugsa X-i þarna líka sko, en bara var að króta yfir það í þessu spík sko. Eitthvað svona. Áttaðu því að Hákon er mikið í hlutabrjónum, þannig að það er mikið að braska. Taka áhættu. Taka að sésa í þessu. Hvernig er þetta? Nú eru algjörlega ósammála hérna í byrjun, eftir 2 leiki. Þið eru vinnað svona skrifstofu, þetta er ekki hægt svona, það er það? Við erum einhvers staðar ósammála. Já, þið eru mikið svona að vinna, já. Þannig að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af einhverju sprengingu á skrifstofunni. Við eigum alltaf mikið sameiginlegt við Hákon. Við vorum í sama flokki, við báðir þjálfarar, vorum báðir í MK, vorum báðir í Kennaraháskólann, kynntist báðir konunum okkar þar, á rauðri Corollu og trúðlugum okkur sama dag. Það er ekkert annað. Við verðum að vera ólíkir með það. Það er einhvers staðar að vera í... Svo sannarlega tekið út í það, það væri skrítið annars. Það var þetta mikið. Þetta er gott. Leikur 3, það er Newcastle West Bromwich Albion. Slaven Bilic hangir á bláþræði á West Brom, myndi ykkur segja. Já, ég held að hann sé að hangir þetta á 5 manna vörninu áfram. 4 tapleikir undanvörnu. Ég held að það sé ekkert að fara að gerast þar, því miður. Brúsarinn er með reynsluna. Og hann setur í 2 mörk í fyrri hálfleik. Og siglir þessu bara öruggt og... Já, öruggt heim sko. Og Slaven Bilic þá látið fara þennan. Það var bara í kvöld. Ég held að hann taki stíð. Já. Og kórunu veru svona þinga hjá Newcastle. Það er rétt. Þú veist, það verður eitthvað svona, verður ekki alveg sínu besta. Þarna græðið á einmitt þessu getur hann að spjalli okkar. Þannig að Villi kom með svona óvænta punkt. Kórunu vesinn á Newcastle. Það veit aldrei. Nei. Ég ætla að setja X á það bara. Þjappa sér saman. Já, Jú. Tökum X á það. Ekki spurning. Sjáum til með það. Þá er baráttunum þverröndáttabúningin, blá og hvíta. Queen's Park Rangers sem út er Redding. Eins búningar þar. Þú sko taka varasetti með til London. Ekki gengin eitt sérstaklega hjá Redding á undanvörnu. Loftus Road. Ekki á Queen's Park segir. Ég held að það er ótrúlegt að segja hvað er að gerast þarna sko, en ég segi 1x á þennan leik. 1x á þennan? Já, ég held að það sé. Þetta er þinn önnur tvítrygging. Redding er ekki að fara að gera mikið. Nei, þetta er erfitt að spá í spilina þegar kemur þessu stundum sko. Hvað segir Villi með þetta? Já, ég náttúrulega hef mjög sterkar taugar til Redding sko. Já. Og hann farið þar og horft á nokkra leiki og svona. Þetta tengdu Íslendinga í gegnum tíðina Redding og margir komið þar í
Og þeir eru nú sem ágætis, að standa sig ágætlega núna og bara með fínasta lið. Þannig ég svona, hallar svona samt að jafntefli, en alltaf að gera X2. X2, þriðja titringin að vilja, Hákon búið með 2. Og enn yfir ósammála eitthvað, það bara gaman að því. Leikur 5, Blackburn Rovers, Norwich City. Blackburn Rovers, 1 sinn meistarar. Já. Úrslitin. Já, 95 eða ekki? 96. Gott eða ekki, sko. Annars verður, tím sér. Annars verður, já. Með Douglas Brúni. Já. Norwich City, þeir eru í toppbaráttunni. Já, Norwich eru efstir og eru með þýskan þjálfara. Já. Og hafa unnið 3-4 leiki. Það er það. Þýska bolta. Hákon, þú hefur ekki spilað fyrir neitt annað félag. Þetta Breiðablik. Undanskildu þýsku. Holstein Kiel. Holstein Kiel. Það er bara svolítið. Það eru það. 2 lið. Og það er náttúrulega leikið með Augnablik líka. Já, svona Blik. Það er okkar menn líka, sko, þannig. Já. En ég held að Norwich eru þarna á toppnum og hafa verið að spila feikilega vel og eru nokkuð ágætis rönni núna. Með þetta 3-4 leiki í röð og ég held að þeir haldi því bara áfram. Og við erum hérna með öruggan tvist. Öruggan tvist þarna? Í Wood Park? Já, ég ætla að reyna að vera ósammála og segja þetta Blackburn er með ágætis lið, en ég held þetta verði samt þeir ná ekki að þeir komast yfir en Pukki, hann skoraði í lokin og jafnar. Finninn Knái. Já. Hann er ennþá á lífi. Exxon Villa. Leikur 6, Middlesbrough Millwall. Íslendingarliðið Millwall. Daði Börðarsson skoraði þetta daginn. Já, hann heitir að byrja í dag. Já, það væri áhugaverður leikur, sko. En þeir, Millwall hafa nú bara ekki unnið mikið af leikjum, sko. Við erum ekkert sérstökum málum. Við erum með Neil Warnock þetta sem manager í Middlesbrough. Hún har verið í 40 ár í bransanum. Já. Þekki leikinn eitthvað. Ég held að þau 40 ár séu eitthvað að fara að skila okkur hérna. Þeir hafa heldur ekki alveg verið á að komast á gott rönn, sko. Það er komið tíma og þeir fara að hrökkva í gang. Vinna og tapa, rísa lið. Þannig ég ætla að negla hennur 1 þarna. Já, Middlesbrough 1. Hákonni. Já, ég ætla að vera sammála. Það var komið tíma á það. Þetta mér finnst að vera góður búndur í honum. Erfitt að vera ósammála þarna. Já, ég held að sé erfitt að vera ósammála þarna. Og þá er annað gamalt stórveldi Nottingham Forest. Það munum við gömlu tímanum með Brian Clough og jafnvel sko, hann lengi með og þeir voru lengi efstir og frábærir og... Evrópumeistarar. Já, 81, 80. Það er ekki verið 80-81. Þeir mæta spræku Brentford-lið. Já, sem er á siglingu. Já, og það er eitthvað svona, þessi danska romantík hérna við Brentford. Já, tenging við Midtjylland og eitthvað svona. Já. Þetta er svolítið skemmtilegt koncept. Ég er svolítið hallast af Brentford, setja 2 á þetta. Já, þetta er henni 2. Já, Forest hefur ekki unnið í síðustu 5 leikjum og líkindin segja að þeir eru ekkert að fara að vinna í dag. Þannig að Brentford er með öruggan tvistan. Það er svolítið. Ég er örugur út í sig. Nú er ég farin að þekkja mína menn, sko. Hákon er mikið fyrir tölfræðina, sko. Hann er lítið hjarta. Já, þú ert virkið svona hjartan í þessu. Hákon bara sé tölunar. Já. Það er svo það er. Leikur 8, Rotherham, Bristol City. Er þið meiri Bristol City menn frekar Bristol Rovers í borginni? Ég bara hef enga tengingar við þetta lið. Þetta eru bara lið sem voru bara í fjórðudeildinni í gamla daga. Já, ekki meira með það. Svona potast þarna upp á einhvern ótrúlegan hátt. En það er áhugavert með Rotherham að þeir eru, sá ég tölfræði, í 3. sæti í Evrópu yfir það lið sem að hleypur flestu sprettina. Flestu sprettmetrar. Mæstu þú cirka hvað? Leeds eru á toppnum. Mjög óvart. Þeir eru örugglega á toppnum. Rotherham er með yfir 2000 metra sprettmetra í leik. Það er feikilega. Það var pressa svona svakalega. Já, og hlaupa, já, og pressa bara upp allan völl. Hver er þjálfað þarna? Það hefur ekkert skilað þeim. Nei. Þeir eru með enga sigur í síðustu 5 leikjum. En opaslega duglegir að hlaupa. Þetta er gæi sem búinn að vera þetta í mörg ár. Warren heitir hann. Hann er búinn að vera í 3-4 ár. Og þeir hafa ekki verið að vinna út á þetta. Hlaupa bara eins og rólausir hundar út allt. Þannig að það gerist ekki neitt. En ég hef svo sem ætla að samt að skjóta á það núna að snúa tölfræðinni þeim í hag og negla niður 1. Já. Bristol City í toppáratu? Já, ég ætla að vera algjörlega ósammála. Þannig, sko. Þetta er Bristol. Yes, sir. Þeir hafa verið að standa sig vel, sko. Það er bara svona. Vili, þú ert eftir 3 titringar, Hákon, þú ert eftir 4. Já. Það er svona, gefur öll á það, sko. Getur verið það, en lítið er einhvers þar. Leikur 9, þetta er langt. Þetta er lönguna Bournemouth Huddersfield. Já.
2 svona fyrirhandi úrvalsdeildarlið Já, já. Ég held að þetta verði samt jafn leikur sko, þó að Bournemouth séu auðvitað ofar í töflunni. Ég held að þetta verði 1-0 bara, svo Lange með sigurmarki í lokin. Svo Lange, já, hann er þarna. Já. Bournemouth eru hvað í öðru sæti? Öðru sæti? Öðru sæti? Já, hann er í topportu og fara aftur upp. Já, ég held að bæði lið hafa verið að sigra undanförnu, þannig að ég ætla að negla þetta 1x. 1x. Áður en við höldum áfram vil ég minna á það að við Blikar erum að koma með nýja búningalínu og minna á það að kíkja í RA sem fyrst og tryggja sér búninga. Þetta selst eins og heitar lumur. Flottir búningar. Já, geggjaði. Varabúningurinn er svolítið svona skemmtilegur stíll á honum. Já. Markmannsbúningarnir líka. Já. Sýstin í skverjum, með það, en þetta er upprunalegi liturinn okkar. Já, nákvæmlega. Okkar Blikar. Þannig að það verður bara haldið í fallega sögu. Haldið í hefðirnar. Já, ekki spurning. Minnum á þetta. Leikur 9, leikur 10. Leikur 10. Birmingham City, Watford. Eitthvað svona, finnst mér þessu Birmingham svona, ég hef óaþeng fyrir sofandi risum. Ég veit ekki hvort að Birmingham telli sem sofandi risi en þeir voru og eru stór klúbbur. Þeir risa klúbbur. Og þeir hafa verið bara í kjallarunum lengi í einhvern veginn og ég held alltaf pínu með þeim. En Watford svona mjög skemmtilegur klúbbur líka. Það er alltaf mikið af góðum leikmönnum komið þaðan og margir góðir stjórar verið þarna. Ég er svolítið hrifinn með Watford. Ég held að Watford, sem eru auðvitað í toppbaráttunni. Já. Ég held að þeir taki hérna lengst. Ég setja 2 á þetta. 2, hefur vilja? Já, ég er svona aðeins sko, það er svona spænski þræði sem liggja þarna í Birmingham sko, Kankað er managerinn. Var hjá Real Madrid og Atletico á sínum tíma. Sannarlega. Það er áhugaverður spilstíl hjá þeim sko. Birmingham? Já. Þannig að ég er svolítið skotinn í þeim. En Watford hafa verið að spila feikið vel undanförnu og náði sigra. Þannig að ég ætla að setja x2 samt sem áður. X2 og það, þú átt inn í þarna. Því tryggingar. Já, X2 og það. Þá fyrir nú að síga á seinni hlutan í þessu. Þá eru uppglöfnar frá Sheffield Wednesday á móti Barnsley. Já, ég held að það hefur lítið gengið hjá Sheffield Wednesday. Já, þið byrja náttúrulega í vesinni, byrja í mínus. Þeir eru náttúrulega með Það var í mínus 5 sennilega, ekki 10. Þeir eru búin að komnir yfir að næst neðstir. 12 búin sem mættu. Já, þeir eru með náttúrulega frægan stjóra sem á að geta rifið þetta aðeins upp með löngum boltum og föstum leikatriðum. Þannig að ég er alveg vissum að nú er komið að því skora eitthvað úr horni eða aukaspyrnu. Ekki spurning. Við erum að leika 1x segja ég. Hillsborough. 1x segir Vili. Þeir hafa ekki unnið í síðustu 5 leikjum. Nei. Þannig að það eru svona þýskar taugar líka í Barnsley. Ismail er manninn þar. Og ég ætla nú samt að skjóta á að þetta verði baráttuleikur og Púlis er ekki að fara að vera án sigurs í 6 leiki sko. Það er nokkuð ljóst. Þannig ég segi 1-2. 1-2? Já, 1-2. Það er svona tóast á hérna langi boltinn og þýski boltinn. Þá vorum við konir af næst síðasta leiknum. Það eru mínir menn frá Hattaborginni, Luton Town. Ekki mínir menn, svona nr. 2. Og móti Preston North End. Já, þetta er vandræðaleikur sko. Þetta er vandræðið svo sannarlega. Miljumóð og eitthvað. Ég er svona hallast að X-inu sko, en samt er möguleiki að ég segi X2, möguleiki að Preston steli þessu. Já, ég verð ekki kotið með það. Nei. X2 og vilja. Já, og ef að Luton væri ennþá á gerfugrasinu, þá var þeir möguleika sigur þarna. Já, pottþétt. Og mér ekki Hill og Brennan. Já. Þú ert svona týstjandi með þetta. Það er hafsendin þetta með ennisbandi. Steve Foster. Foster, já. Steve Foster, já. Hann er þetta ofur yfir ennþá. Já. Þannig að ég er sammála vilja með jafnteflið. Ég ætla að setja X að þetta og 1. Ég held að Luton gæti svona kríaðinn sigur. Þá ert þú búið með tvítringarna okkur. Já. Vilja á hins vegar einn eftir. Já. Fyrir síðasta leiki í jafnvæg. Og það, hvernig, ég ætla að lifa ákvæmlega að lesa upp síðasta leiki. Já, það er Wycombe
Wanderers á móti Coventry. Ekki? Ég veit það ekki, það veit ekki. Sumir sé að Wickham, sumir sé að Wycombe. Já, ég veit það ekki. Og það enn eitt gamalt svona. Þetta var gildir að hjá þér. Já, pínu tjekka á, ég veit ekki, ég veit kannski Maður las þetta var bara lið í 5. deild í gamla daga, sko. Já. Svo með ótrúlegum hætti hefur komið upp. Það er reyndar með manager sem búinn að vera í 8 ár í starfi og hann er í öðru sæti þessi dagi. Þannig hann er langlífur, hann er Ainsworth sem búinn að vera lengi. En hinum meginn verið með gömlu markamæskínuna úr United, Mark Robbins. Já. Sem kom að þessi super sub hérna. Svo sannarlega. 89-90. Já, hann var einmitt þjálfari hjá Barnsley þegar Emil Hallfreðsson var þar. Já. Ég fór einhvern tíðan út og kynntist aðeins þarna. Það var ekki verið að finna upp hjólið. Nei. Það var bara gamla góða enska sem að virka bara. Þannig ég held að þarna er það sko marka nefið sem að ræður úrslitum. Af því að Coventry hefur ekki tapað síðustu 5 leiki. Nei. Þeir eru að fara að sigla þessu heim örugum útisigri. Það er bara það. Já, ég ætla að vera algjörlega ósammála. Það þýðir þá 1x? Já. Eða hvað? Já, ég ætla að segja 1x vegna þess að það verða áhorfendur á það. Nú, já. Já, og það verður auka maður fyrir heimaliðið. Það var svona Pepsi-dilda stemming þá, 2000 manns kannski? Þeir eru 2000. Þeir eru náttúrulega í hérna bullandi fallbaráttu. Já. Þannig að það mun núna 12. maðurinn, tikkarinn núna og vinna leik. Já, þeir eru næstnæstir eða? Næstnæstir eða næstir. Þannig að nú kemur sigur en ég sett X líka á það. Einnig tvít ekki það. Já. Og þá er nú selinu bara lokið þessa helgina og þar hafið þið það, kæru blikar. Hérna eru við búin að hlusta á algjöra snillinga. Hérna kemur pródusentinn okkar, hann Heisi, velkominn. Þetta er staðan. Þetta, nú ætla ég að lesa hérna stöðuna í tippkeppninni milli þessara frábæra gesta sem hafa verið hérna. Bræðurnir Simmi og Kristján Lúli, þeir leiða þetta með 8 rétta. Þeir eru nú svolítið í veðmálunum sko. Já, þeir eru lúmnir í þessu. Það er meiri reynsla en hjá okkur. Svo koma 3 með 7, Gísli Eyjólfsson, Ólafur Sigurðarson og Óskar Hafþór Þórsson. Og restina rekur, hvað segir maður? Rekur lestina. Halldór Árnason. Já, ég hef alveg full að trúa að við getum farið þarna upp í toppsætin sko. Já, þú ósáttur með minn en 10? Ég hugsa svona skjóta á 9 eða. Já, ok. Sýnst það vera svona 9. Hlustu þetta kjör blikar, þeir vita hvað er að tala um þessir meistarar. Þau kærlega fyrir komunni í hérna tippspjalli og nú líður á jólum. Hvað jólum sem kemur í nótt? Stúr? Nei, Giljagur. Nei, hárrétt. Þar hafið það. Svo allir setja skóinn í gluggann í nótt og eitthvað gott í skóinn og farið á varlega. Takk fyrir að horfa. Bless. Bless.